Karlmenn sem prjóna eru ekki algeng sjón. Margir kunna reyndar handbragðið en þeir hafa ekki mjög hátt það. Við fundum eitt karlmann á Dalvík sem forfallinn prjónaáhugamaður og ófeiminn við að tala þetta áhugamál sitt. Ég held að sé nú samt hluti af karlmönnum sem að prjóna. Nei, já, þeir fara ekki hátt með þetta. Þeir ekkert með þetta opinberlega því að það þykir ekki kannski sérstaklega karlmannlegt að sitja og prjóna, þó að hafi áður fyrir verið talið náttúrulega óskup eðlilegt í bæði sögu lands og þjóðar, í torfbæjunum í gamla daga og fleira. Ég fór líka í fyllu með þetta í mörg ár, kannski eins og margt annað. Ég var ekkert að flíka þessu en svona með árun þá hefur mér fundist þetta bara verið eðlilegra að karlmenn, já, geta þetta og mega alveg sína að geta prjóna. Arnar segist hafa fengið áhuga á prjónaskap þegar hann var 10 ára gamall en upphaflega heillaðist hann að prjónaskap ömmu sinnar og móður. Það má því segja að prjónarnir hafi fylgt honum frá unga aldri þó hann hafi reyndað prjónað meir upp á síðkastið heldur en nokkru sinni áður. Ég held að þetta sé eitt það besta sem maður getur gripið í til þess að bara gleyma sér frá erli hversdagsins og svo náttúrulega svo skemmtilegt eftir hruni frá 2008 að þá svona þessi handavinna og þessi iðja í höndunum að koma meira og meira inn og prjónaskap náttúrulega að ná sívaxandi vinsældum. Og mér finnst að karlmenni bara grípa tækifærið og grípi prjónan og læra þetta því þetta ekki svo flókið. Arnar með ýmislegt á prjónunum en húfur eru þó eitt af hans aðal viðfangsefnum en þær hafa verið til sölu í Bakkabræðrasetrinu á Dalvík þar sem þær hafa vakið mikla lukku meðal erlendra gesta. Hér sérðu til dæmis þessar sem að ég kalla alíslensku karlmannahúfur sem að margir vilja nú kannski meina að séu færeyingahúfur eða líkjast þessu færeyska húfu sniði. En þó þetta með frekar vil ég meina svona íslensku eins og þær voru í gamla daga. Svo hef ég verið að leika mér örlítið með kvenhúfurnar. Prjóna þær svolítið síðar náttúrulega og nota oft engirni í skúfin á þeim eða hvað sem maður kallar þetta skottið. Og hef gert ýmsar útfærslur og leik mér að þessu. Það er voða gaman að prjóna húfur og ég veit aldrei hvernig húfurnar verða áður en að ég byrja á þeim. Þær geta orðið með ýmsum hætti. Hér hefur til dæmis sett dúsk á húfuna. Þannig að þetta bara kemur svona jafnóðum. Já. Þú bara byrjar og... Já, þetta kemur. Þær fara ágætlega sko, því að það sitja þokkalega. Ég vil hafa þær beina náttúrulega. Það eru hlýjar. Það er það sem skiptir máli. Og það er lopinn sem að þú ert hrifnastur af? Já, ég prjóna eiginlega aðallega úr lopa. Mér finnst lopinn ofsalega skemmtilegur, það er gott að vinna með hann. Og það er líka til fallegi litir, sko. Litirnir eru svo skemmtilegir í íslenska lopan. Gaman að setja saman og leika sér með hann. Arnar hefur einnig spreytt sig á peysugerð með góðum árangri en hann nýtir til að mynda lopaafganga í litríkar daskpeysur og svo hefur hann einnig prjónað ófáar tækifærispeysur á makann, Jón Arnar Sverrisson. Hann eitt helsta módeli mitt og á nokkuð margar peysur. Ég byrjaði á seint hjá ganni að ég gerði 2 jólapeysur á okkur og gerði húfur við. Svo hef ég haldið mig við þetta, hann á nokkrar jólapeysur og hann á páskapeysur og fiskidagspeysur náttúrulega. Það eru svona, já, með fyrstu peysunum sem ég gerði og þá gerði ég á okkur báða auðvitað svona í stíl, sko. Svolítið setteringa, svo sagtir. Skemmtilegt. Já. Þetta mjög skemmtilegt að sjá þetta hjá þér, virkilega fallegir gripir. Já, og það að prjóna, það náttúrulega mjög skemmtileg tómstunda í því og það er notalt að sitja við prjónana. Það að tengja saman lykkju við lykkju og jafnvel tengja saman liti, það er oft eins og vandamál dagsins hverfi á braut. Maður greinir oft ástand hlutana og þetta er svo sálabætandi einhvern veginn. Maður nær svona líka innri ró.
Þannig að þetta, minnst þetta, það skemmtilegasta sem ég ger í frístundum og ég get alveg hort á heila bíómynd og gott betur á meðan ég að setja niður mynstur og liti. Málið hins vegar, ég prjóna aldrei eftir mynstri, föstu mynstri. Ég fletta heldur saman og leik mér að því að tengja bara eftir hendinu og tel þá út, sko. Ég hef góðan stuðning frá móður minni, Maríu Snorradóttur. Hún mikil hannyrðakona og prjónakona og prjónaði nú meðal annars þessa peysu sem ég í, sem ég þykir ósalega vænt sko. Og hún alveg einstök í að hjálpa mér. Þó prjónaskapur sé eitt aðal áhugamál Arnars þá hann líka mikill fagurkeri eins og glöggt má sjá á heimili hans, en þar að finna ýmis smásöfn. Hann safnar til dæmis myndum af síðustu kvöldmáltíðinni, leirmunum og fuglum. Ég hef safnað ýmsu í gegnum æfina og svo smá saman losa mig við eitt og annað sem ég hef safnað, en svona í seinni tíð þá hef ég verið að safna voða mikið gömlu munum og postulíni meðal annars og við höfum búið í Danmörku og verið töluvert á ferðinni í Danmörku að ná í gamla hluti, nýtja hluti og ég hef lyft vinum og félögum af þeim sem oft kíkja til mín í skúrin. Ég stundum með loppumarka helgar og svona þegar ég nenni þá ég lyft fólki að kíkja í skúrin og loppumarkaðin og það afskaplega skemmtilegt. Ég þarf að fara með þangað. Þú verður eiginlega að fara með mig þangað. Ég hef mjög gaman af svona blóðmörkum. Má ég kíkja með henni? Já, gjörðu svo vel. Já, hér. Þetta sko engin venjuleg bílskúr hjá þér. Nei, hér athvarfið mitt. Hér ég oft niðri að dunda mér. Ég náttúrulega, já, eins og ég sagði áðan, haldinn mikilli söfnunar áráttu og ég oft niður helgar með loppumarkað og það eru margir sem kíkja hingað niður svona til okkar og njóta þess. Já, ég kalla þetta loppumarkað. Við köllum þetta nú oft flóamarkað á íslensku, en það svona svolítið sem maður hefur tekið með sig kannski frá Danmörku. Þú ert búin að vera mikið í Danmörku? Já, ég hef tengst Danmörku í yfir 30 ár og við hefum búið þar úti í 1 ár og þar kynntist ég þessari menningu, þessari genbrúksmenningu, sko, nýta hlutina aftur, sko. En það til ótrúlega mikið af fallegum munum frá því í gamla daga? Já, og við erum búin að horfa í gegnum tíðina á eftir allt og mörgum fallegum hlutum fara jafnvel á haugana, sko. Því að þetta margt sem við getum notað aftur og svona stell og annað, matastell, kaffistell. Þetta voða mikið að koma inn aftur og unga kynslóðin farin að meta þetta meira heldur en áður var, sko. Já, en sem sagt, ef maður að fara hér Dalvík þá kannski bara fylgjast með hvort að það sé á bískúrnum eða ekki. Já. Og ég veit því að þú ert duglegur að hafa svona garðsölur á sumrin. Já. Með móðinni, eða ekki? Jú, við höfum gert það, ég og mamma mín og systir meðal annars. Við höfum verið með svona garðsölur alltaf á sumrin og njótum þess virkilega. Það ákaflega skemmtileg stemning á garðsölu. Og jú, við verðum með það í sumar.